Góðan dag, Jón Oddsson heiti ég og ætla að tala um launaáætlanir. Þetta er fjórða örnámskeiðið sem við erum með launaáætlanir og í þessu námskeiði eða á þessu námskeiði ætla ég að tala um hvernig getur fengið fram launaupplýsingar eftir útreikning og samanburð og þá samanburð við rauntölur. Ég ætla að tala um sem til launasamantекtir, hvernig við getum búið þær til og formað eftir okkar höfði. Sem tala um stöðugildi og samanburð þar á milli út í Excel og síðan það sem við getum valið launategund og séð samanburð niður á starfsmenn. En skulum fara í kerfið. Og hér við komin með það. Úr þessu aðalformi eru hér launasamantektir og það er hægt að fara í launasamantektir á nokkrum stöðum í kerfinu. Þegar við förum hér inn að þá birtist þessi mynd og hún er mismunandi eftir notendum og er svona sérsniðin fyrir hvert og eitt ykkar. Grunnurinn af því sem birtist hér kemur héðan, velja samantektir. Og hérna getum við valið samantektir eða búið til samantektir og hérna er búið að búa til 2 samantektir. Þegar þið farið inn í þessa mynd í fyrsta skipti þá sjáum þið væntanlega engar samantektir vegna þess að þessar samantektir eru fyrir ykkur og ykkar, þannig að það er enginn með sömu samantektir. Nú, við búum til samantekt, ef við tökum samantekt fyrir 2019 áætlunum okkar. Samþykkt. Nú hér er reitur sem segir hvort við viljum sýna samantektina sem dálk hér. Eins og við sjáum þá við höfum valið hér samþykkt og stöðu og þá birtast það hér. Næst er það dálkurinn og hérna er ráðið í hvaða röð dálkarnir birtast á myndinni. Og eins og við sjáum hér að þá birtist samþykktaáætlunin í fyrsta, öðrum og svo framvegis. Og við segjum að þetta verði bara 3. Hún raðar bara dálkunum upp eftir dálkanúmerum. Það þarf ekkert endilega að vera 1, 2, 3, það getur verið 1, 5, 7 og þá koma þau í sama sem röð. Nú, hér við með val á milli áætlun eða hvort við ætlum að fá stöðu úr launakerfi.
og við veljum bara hérna áætlun og áætlun sem við ætlum að velja er 2019 S. Hérna getum við sett inn afmörkun, hvort sem er fyrir stöðu launa eða áætlun. Og ef við erum að bera saman áætlun sem er fyrstu 5 mánuðina til dæmis, ef við erum með stöðuna fyrir fyrstu 5 mánuðina, þá getum við líka búið til samantekt sem er bara fyrir 15 fyrstu. Og ég get haft í sjálfu sér margar samantektir á sömu áætlun og verið með mismunandi dálka. Þannig að við segjum að þessi samantekt er fyrir 01/19 til 30.04. Þriðja, þetta er fyrsti ársfjórðungur. Það er kannski að merkja þetta einn og svo ætlum við að búa til 2. Þá myndum við hafa þetta og þá myndum við hafa hér getum við annarkvort haft það sem sé 4. til 19 til 30.06. 19 á þetta að vera 19. Þannig að hérna getum við þá verið að bera saman ársfjórðungana. Það sem við þurfum alltaf að gera er að uppreikna stöður þannig að núna við segjum í lagi hér hérna er hann bara að segja mér að það hafa ekki verið neinar niðurstöður úr þessu vali hér hjá mér. Já, kannski ekki gott að velja þetta, við ætlum að breyta þessu. Við höfum ekki búin að reikna upp alla áætlun 2019, þannig að ég ætla bara að breyta þessu í það er þetta bara svona, ég ætla að breyta bara 17 og við förum
Ekki klukkt. Hvað er ég að bila? Já, já. Nú er ég ekki búinn að gera tómavillur, en það er nú bara kannski allt í lagi, þá áttu ykkur á kannski hvernig þetta virkar. Hún er að leita í áætlun 2017 og nú ætlum við enda einu sinni að við fara það. Og þá fáum við loksins tölur þó svo að það er ekki að stemma við þetta hér en það skiptir kannski ekki alveg máli. Það sem við getum gert hér í þessari mynd, við getum fengið sem sé annarkvort mismuni í upphæðum eða prósentum eða bara hvort tveggja, ætlum að prófa að sjá hvernig það lítur út. Og þá sjáum við að það mismuninn á dálki 2 og 1 er þessi og prósentum mismuninn er þar á milli. Það sem við getum líka séð hér, að hérna erum við kannski með fræðslumál og þá getum við opnað það og þá sjáum við deildirnar hér og við getum líka opnað deildirnar og þá fáum við starfsmennina samanburðinn á þeim milli og við getum ennþá farið dýpra og skoðað launaliðina hér á milli. Og hérna sjáum við að hér er bara ekki reiknað launatengd gjöld, en það er kannski ekkert alveg að marka gögnin sem eru hérna bak við. En hérna, þannig að svona getum við borað okkur niður og skoðað allt niður í grunn. Þannig að ef við erum að bera saman eitthvað sem að til dæmis endurskoða það og samþykkta áætlun og þá sjáum við einhverja dálka hér sem eru með mismun og þá getum við alveg fara að bora okkur niður hér og svo dýpra það sem mismunum kemur og jafnvel niður á einstaklingin ef að í það er farið. Nú, það sem við getum líka horft á er að við getum annars vegar afmarkað okkur og segja ok, ég skulum byrja hér. Hér sýni ég allt, en ef ég vil sýna bara launaliðina þá er ég bara með það hér. Og ef við hérna stækkum allt, þá er þetta bara laun. Og ef við fellum allt saman, þá er þetta engu að síður bara laun, en sem sjást hér. Við getum á sama hátt sagt ok, ég ætla bara að skoða launatengd gjöld. Þá er það bara launatengd gjöldin hér.
Ég segi ég ætla að sýna allt. Nú hef ég ætla að sýna hérna laun. Síðan er þetta í upphæðum. Nú hef ég áhuga á að sjá hvernig þetta er í einingum. Og þá sé ég hér einingarnar. Og ef við þá sjáum við hér eru 12 einingar mánaðarlaun á móti 2. Nú það sem við myndum kannski vilja sjá að nú hef ég bara áhuga á að sjá mánaðarlaun. Og þá var ég að hafa þessa sýn sem allt. Og ef við streikum allt, þá sjáum við að það er bara hér. Og þá sjáum við hér að í grunnskólanum eru mánaðarlaunin svona, bara mánaðarlaun. Ég get farið og valið yfirvinnu eða einhvern flokka yfirvinnu, þá getur við séð auðveldlega hvað yfirvinnan er nákvæmlega. Þannig að þetta er svona möguleikar á að leika sér fram og tilbaka og taka út gögn og bera saman hér. Síðan getum við farið hérna í aðgerðir og flytja það sem við erum með hér út í Excel-skjal. Og hérna getum við bara valið hvað við viljum fá á Excel-skjalið. Hérna setur hún inn bara það sem er búið að afmarka hér að mestu leyti. Þetta er fast, þið getur ekki breytt þessu. Þið verðið að fara út og breyta þessu hér til þess að þetta breytist. En þið getið valið hérna deildarafmörkunina. Síðan getið þið valið hér hvort þið viljið fá skjal fyrir hverja deild, með það þá í huga að senda á forstöðumenn deilda. Ef ekki veljið ekki hér að þá kemur bara heildartölur niður. Síðan getið þið vistað skrárnar eða þið getið valið hérna úttaksvalkosti og þeir eru það bara að opna skjalið beint, vista skjalið og þá verður það að tilgreina skráarsvæði. En síðan getið þið líka sent skjalið í tölvupósti þá til forstöðumanna til dæmis og þá hérna en þá þurfum við að tilgreina líka skráarsvæði. Nú ætla ég bara að opna þetta skjal. Það endar hér. Og þannig að núna er þetta þá skjalið sem er keimlíkt því sem við sjáum hér. Og þetta er síðan hægt að senda. Ef við ætlum að senda, að þá þurfum við að tilgreina hverjum við ætlum að senda til. Og hér er þá listi sem er listi fyrir hvern og einn fyrir sig.
Þannig að þetta er ekki einn listi fyrir allt kerfið, heldur hefur hver sinn viðtakandalista og hér er bara hreinlega tilgreint hver er viðtakandinn og hvaða deild eða víddarafmörkun hann fær, sem sé að hann fær þá öll skjöl sem eru gerð fyrir þessa deild. Það er hægt að hafa fleiri deildir og þetta er póstvangi sem að þetta sendist á. Og það þýðir það að þegar við gerum síðan úttak hér, senda í tölvupósti, að þá verðum við að haka og segja skjal per deild og þá leitar hún hér hverjir eiga að fá skjal sem er á þessa deild og sendi það í tölvupósti. Nú skulum við kíkja á aðra hluti. Nálgast það hér, skýrsla, og það er það sem við kallum stöðugildi. Og hérna getið þið sagt hvað þið viljið fá í afmörkun, áætlun og deildarafmörkun, dagsningarafmörkun ef þið viljið fá bara hlutur ári og uppruni. Þannig að þið viljið kannski áætlun hér, svo getið þið valið áætlun til að sýna mótið til samanburðar eða þið getið valið að hafa stöðu til samanburðar, sem sé ef þið áætlið eitthvað og skoðið síðan rauntölurnar á eftir og bera saman hvernig stóð það varðandi stöðugildi og annað slíkt. Þá er það hægt og hvaða ár þið ætlaði að bera saman við. Síðan hvort þið viljið sundurliðna á starfsmenn eða hvort þið viljið fá bara heildartölur per deild og hvort þið viljið hlutið fella niður á mánaðarbasa. Nú tekur smá tíma að gera svona aukaskjal en ég er með úttak úr því hér og þá lítur þetta nokkurn veginn svona út. Hérna eru deildirnar sem hafa voru valdar og hérna er áætlun og rauntölurnar og síðan í fyrstu dálkunum síðan tekið dagvinnutíma, raun og áætlun og raun og síðan yfirvinnutíma. Þannig að þá sjá menn þar hvort að þessi færri stöðugildi séu kannski unnin upp með fleiri dagvinnum eða yfirvinnu á móti. Þannig að svona er þetta grúppa saman í heildina. Nú að lokum er hér samanburður til launategundum. Og hérna get ég sagt E og hér ætla ég að sækja gögn. Setja hérna inn. Fyrirgefðu, gleymdist eitt. Bara taka mánaðarlaun. Og hérna sjáum við samanburður á mánaðarlaunum á milli áætlana hér. Síðan getum við sagt okkur, ég ætla að fá þetta niður á starfsmenn. Og þá fáum við mánaðarlaun starfsmanna. Ég get líka valið að ég ætla að fá einhvers staðar
yfirvinna. Þá sjáum við hver er munurinn á yfirvinnu. Á milli áætlana eða milli stöðu. Þannig að þetta svona, ef menn er að leita og bera saman einhverja ákveðna færslutegund og þá er þetta ágætis leið. En ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, kannski orðið of langt. Ég vona þið hafi svona að glöggva ykkur á hvaða möguleika kerfi býður upp á að taka út og bera saman, og ég segi þessu bara lokið. Takk fyrir.